Andrés Magnússon, þú ert næstur andlitskrá. Takk. Mér langar að þakka Lífi sérstaklega fyrir þessa miklu vinnu sem hún hefur á heiðurinn af varðandi þessa greinargerð. En mér langaði bara aðeins að nefnast á breytingu sem sé í áfangaskjölunum var fyrsta grein síðasta málsliður ákvörðun stuðning við hernaðaraðgerðir skal háð samþykki Alþingis. Nú komið sem sé ákvörðun stuðning við aðgerðir sem fylgir sér beitingu vopnavalds. Aðrar en þær sem Ísland skuldbundið af samkvæmt þjóðrétti. Sem sé það svona komið undantekningar ákvæðin það að stuðningur við vopnuð átök þurfi alltaf að fara fyrir Alþingi. Þannig að þetta svona mín skoðun svo að sá sem svaraði þessu erindi okkar niður í utanríkisráðuneytinu hafi verið svona stríðshaukur og þetta hafi verið sent í varnarmáladeildina og ég ekkert viss að við þurfum að taka þetta sem endilega þverskurð af öllu innanríkisráðuneytinu. Allavega ég kýs að líta svo á málið, þetta hefur verið sent til einhverja einstaklinga þar. Veitir mér þann rétt sem kannski dálítið rúmur. En það hefði að mínum mati verið alveg hægt að sleppa þessar undantekningu. Það að segja aðrar en þær sem Íslandi skuldbundið af samkvæmt þjóðarétti. Ég held að mér var bent á það allavega hér í pásunni að Costa Rica styður ekki vopnuð átök og búið að leggja niður hérna í sínu landi. Þeim ekki hent út úr Sameinuðu þjóðunum. Ég held okkur ekki hent út úr Sameinuðu þjóðunum því þetta eiginlega skils mér eingöngu við öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. Það eini staðurinn sem við erum þjóðréttarlega skuldbundin, reyndar einstaka sinnum í NATO líka. Ég alveg vissum að ef við myndum fella þetta ákvæði niður, hafa þetta bara eins og það var, að þá kæmi ekki hérna fulltrúi NATO og sagði okkur og bankaði upp á og segði, heyrðu, þið eru rekin úr NATO að þið eru með þetta ákvæði. Og ég vitna eiginlega Örn Bárð sem sagði að það þyrfti alltaf verið alltaf tóg í tillögunum. Og þetta eitt af böli heimsins, það stríð. Og mér finnst allt í lagi að reyna að hafa smá tóg í áttina að friði. Og ég ætla að leyfa mér því að koma með breytingartillögur við tækifæri að við fellum út þessa setningu. Aðrar en þær sem Íslandi skuldbundið af samkvæmt þjóðarétti. Þannig að alltaf þegar við styðjum aðgerðir sem feli sér beitingu vopnavalds, þá farið það fyrir Alþingi. Það var til mig spennt á það hér líka af áhærendum í hléinu að við vitum ekkert hvað í gangi í Afganistan, við vitum ekkert hvað í gangi í Líbíu. Þetta bara eitthvað sem við þurfum að lesa í fjölmiðlum. Já, takk fyrir.